Heimir, 2-2 hérna í Hafnarfirðinum á móti KR, bara svona þín fyrstu viðbrögð beint eftir þennan leik? Já, bara vonbrigði að missa þetta niður í jafntefli. Mér fannst við á löngum köflum miklu sterkari aðilinn og bæði með og án bolta og vorum fyrir utan kannski fyrstu 15 mínútur, vorum klaufar að sleppa þeim inn í hálfleikinn með 1-1 og byrjum seinna hálfleikinn vel og sköpuðum góð færi og skorum verðskuldað og svo eftir að Björn var rekinn af velli þá snerist að halda sjó og ég man ekki eftir þeirra að náðu að opna okkur mikið og ég missi að fengum færi það voru með einum færi þannig að það var allavega samstaða í þessu og menn voru að berjast fyrir hvern annan og þegar við gerum það á fimleikafélaginu þá voru okkur allir vegið færir og það er kannski svolítið sem við höfum ekki verið að gera í fyrstu tveimleikum. Það hlýtur samt að vera ánægð með þína mönninn að missið svona fyrirliðan og kannski mikilvægast leikmann liðsins út af í seinna hálfleik og ég rýndaði þessi tölfræðina eftir að það gerist og þið voru samt svona ofan á í flestum tölfræðaþáttum kannski fyrir utan haldi í boltan en hlýtur að vera ánægð bara með eins og segir, takk í forystuna og kannski bara vonsvikinn að missa þetta niður. Já, ég er það og eins og ég segi að aðalvandamáli okkar var að sleppa þeim inn í hálfleikinn með 1-1 og fengum 3 dauðafæri til að koma okkur í betri stöðu en einhvers staðar verðum við að byrja og við byrjuðum í dag en þetta er bara einn leikur og mótið nýbyrjað þannig að við þurfum að halda áfram. Fyrsta stíð ykkar í dag, er eitthvað sem þú sérð sem vantar í að reyna loka þessum leikjum og klára þessi leiki að vinna og eða heldur þetta sé eitthvað sem bara kemur bara með tímanum sjálfstörst kannski 1 sigur og þess? Já, ég meina náttúrulega ef þú tekur Stjörnuleikinn þá vorum við klaufar þar að fengum mjög góð færi í þeim leik og svo var eitthvað draugamark og svo náttúrulega trúðamark og gáum ekkert trúðamark í dag, þess vegna fengum við stig og spiluðum aggressívan sóknarleik og sköpum okkur mikið góðum færum og svo var, ef þú tekur Vestraleikinn þá var það bara off-leikur og Vestri voru bara betri en við og við áttum ekkert skilið úr þeim leik. Káa útivelli næst, hvernig bara svona horfur á þann leik eftir úrslit dagsins? Ég er bara ekki búinn að skoða nein úrslit og ég veit bara Káa er bara með gott lið og er að bæta við sér mönnum og eru öflugir, það er alltaf erfitt að fara norður þannig við þurfum að undirbúa þann leik vel. Aftur að leiknum rauðarspjaldi á Birni, sástu hvað gerist og hvað finnst þér þetta? Ég held að það sé erfitt fyrir mig að standa hér og að halda það fram að þetta var ekki verið rautt. Þetta var rautt og Hjörtur dæmdi þennan leik frábærlega. Takk fyrir Heimir Gábel.